Heyrist í mér? Kannski þarf ég bara að tala hærra. Já, það bara rigning. Og svo já, eigum að byrja með því að syngja. Við ætlum að syngja sálminn númer 6, Ég vil ljóða. Já, það fólk fyrir að halda áfram að dýna stín og ég vona að allir sem á leiðinni komi bara heilir og sælir, skulum biðja fyrir það. En áður en við höldum áfram, ætlum að syngja annan sálm, sálminn 64, Þú hæsti Guð.
ég var að taka eftir að ég gleymdi að biðja í byrjun, en ég skulum bara standa, ég skal lesa reikningavers og það getum biðið saman. So we are going to stand up, I'm going to read the memory verse, and then we can pray together. Reikningaversin hægt að finna í Míka 7. kafla 8. vers. Maður, þér hefur verið sagt hvað gott, og hvers Drottinn væntir af þér. Þess eins og þú gerir rétt, ástundir kærleika og þjónir Guði í hófi. Let's pray, við skulum biðja. Kæri Guð, takk fyrir þessi vika sem hefur liðið hjá. Takk fyrir það góða og það slæma, það sem við skiljum ekki. Takk fyrir að við erum hérna saman í dag til þess að heyra þín orð, til að vera með þitt fólk, til þess að njóta þann val sem þú hefur gefið okkur til þess að tilbiðja þig og elska þig eins og þú elskar okkur. Ég vil biðja þig að hjálpa okkur, hjálpa kirkjunni að standa saman, að við getum verið einhuga og gert það sem rétt eins og þú biður okkur hérna. Ég vil biðja þig að vera með fólk sem á leiðinni, vertu með þeim sem heima, vertu með þeim sem ekki lengur á landinu með okkur. Ég vil biðja þig að hjálpa okkur öll með okkar erfiðleikum. Ég vil biðja þig að gefa okkur styrk og hugrekki, og ég vil biðja þig að gefa okkur kærleika til þess að elska hvort annað, þótt við skiljum ekki hvort annað eða erum ekki sammála. Ég vil biðja þig að vera með okkur hér, vertu með Pál sem að fara að tala fyrir okkur í dag, vertu með fólk sem gerir matinn og fólk sem að spila og þeir sem í tækni, deildinni, og vertu með mér hérna. Ég vil þakka þér fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur sem við tókum ekki eftir, og ég vil biðja þig að hjálpa okkur áfram eins og þú hefur gert. Í Jesú nafni. Amen. Já, núna ætlum við að syngja aðeins meira. Við ætlum að syngja sálminn 359.
Já, núna ætlum við að taka upp gjafir. Já, gjafir í dag fara til Safnaðarsjóðs. Kæri Guð, takk fyrir þessar gjafir sem við höfum fengið frá þér. Ég vil þakka þér fyrir heilsuna, fyrir húsnæði, fyrir allt sem við gerum og höfum og við vitum ekki að þú ert alltaf að hjálpa okkur. Ég vil biðja þig að hjálpa okkur að nota þessum gjafir til góðs og nota þeim vel eins og þú myndir vilja. Ég vil líka biðja þig að vera með þeim sem lítil hafa og þeir sem í stríð og þeir sem að fara í gegnum erfiðar stundir núna. Vertu með okkur hérna öll og hjálpa okkur. Í Jesú nafni. Amen. Tungan mín eitthvað bara alveg að stoppa hérna í mínum sendingum allan tíman hérna. Já, gaman að sjá það eru fleiri mættir og ekki mikið á börnum í dag en við ætlum allir að syngja barnasálm. Sálminn 179. Kannski barnasálminn ekki bara fyrir börnin en Paul, are you going to tell us the Linda? Yes. Sorry. Even though we don't have a lot of children today, it would be just for everyone to hear the story and we are all children, we're all young. Yes, we're all children of God. Children of God, yeah. Do we have any children in the audience? All of you are children, okay. So my story has to do with gardening. Do you do much gardening in Iceland? There's a lot of rain. Do you do much gardening? Not much. You can help me. Svo sagan hún garðyrkju, eru þið að vinna mikið í garðinum? Yeah. Já. So Johnny
was told by his daddy, he loved to help him, Svo að Johnny, pappi hans sagði við hann að því hann elskaði að hjálpa honum. I have a package of pea seeds, Svo ég hér með pakka af baunafræjum and I'd like you to fill them in the 3 rows I have in the garden. Svo mér langar til þess að þú setir þessi baunafræ í 3 raður í garðinum. 3 fingers apart. Og þá að vera 3 fingra bil á milli baunana. Okay, Johnny was happy. He was going to do it. Og Johnny, hann var mjög glaður, hann ætlaði að gera þetta. He took his package. Hann tók pakkan af baununum Out to the garden he went, og fór út í garðin. and he started putting the peas in, and he would measure with his 3 fingers. Og hann byrjaði að setja baunirnar í og mældi alltaf 3 fingur á milli. And as he put them in, he was really liking that he was helping Daddy. Og þegar hann var að setja baunirnar niður þá var hann virkilega glaður að vera að hjálpa pappa. So then he got a little tired on the 2nd row, Svo í annari röð þá var hann orðin pínulítið þreyttur and he still had some peas left. og það voru nokkra baunir eftir. And so he said, I think I'll just put them all right here in the 3rd row. Svo hann hugsaði, ég ætla bara að setja þær allar niður hér í 3. röð. And he covered them up, Og hann setti moldin yfir and he took the empty package to Daddy. og hann fór með tóma pakkan til pappa. Oh, good job, his father said. Ó, þú ert búin að vinna virkilega vel, sagði pappi. But what do you think happened in 2 weeks? En hvað aldrei hafi gerst eftir 2 vikur? The peas started coming up. Baunirnar byrjuði að koma upp In the 1st row, they were all pretty. og í fyrstu röðinni voru þær allar In the jafnt 2nd row, they were all nicely straight. og í annari röð voru þær allar í beinni röð. But in the 3rd row, there was a clump. En í 3. röðinni að þar var bara ein hrúa Daddy could see that. og pappi sá hrúuna. So he came to Daddy and he said, I think I have a clump of peas in the 3rd row. Og pappi kom til Johnny og sagði, ég held að sé einhver baunarhrúa í 3. röðinni. Oh, he was so mortified. He was so sad. Og hann var alveg miður sín His sins had found him out, hadn't they? að misgjörð hans var að koma í ljós. So the moral of the story is, Svo að það sem við ætlum að læra af þessari sögu you reap what you sow, make sure, and you reap what you sow, þú uppsker það sem þú sáir, but your sins will find you out, right? en það sem að þú hefur gert rátt, það kemur alltaf upp á yfirborðið. So especially when you garden, but also in your character. Og það á sérstaklega við í garðinum, en þá einnig við með karakter þinn. Let us be true to our God. Svo við skulum vera trú Guði. Já, að meðan þeir undirbúa sig, bara ég vil segja að það var gaman að sjá ykkur öll aftur og við bara leyfum ekki veðrið að gera okkur leiða. Við bara, það er alltaf í lagi að hafa smá rigning í miðri sumar. I was just saying that estaba diciendo que feliz sábado y que un placer verlos y que no dejen que la lluvia les apague la felicidad del verano. Que no pasa nada tener un poquito de lluvia cuando tiene que haber sol. Pero espero que hayan tenido una buena semana. Y yeah, I hope that you had a nice week. And be careful when you're driving with the rain. And there are some the people in the traffic. But they are just getting the mics ready and then they can start. Já, já, já.
Já, þetta han Paul som ætla að tala fyrir okkur. Los que no vinieron tal vez el sábado, hace unos 2 sábados, este es Paul, él va a trabajar aquí por 3 meses para nosotros, así que disfruten del sermón. Well, good morning. It's so good to be with you. We're Góðan- glad to be here, Góðan daginn, það gott að vera með ykkur og við erum glöð að vera hér hjá ykkur. gathered this morning on the top of Denmark, or rather Iceland. Og við erum hér á Íslandi Yes. We're surrounded by the sea, og hafið allt í kringum okkur coming from the north, the south, the east, the west. og það sama hvert litið, norður, suður, austur eða vestur We are Icelanders, og við erum Íslendingar Danes, og Venezuelans, hér Danir og hér fólk frá Venezuela, Ecuadorians, frá Ekvador, Nigerians, Nígeríu, Americans, Ameríku and many others, I'm sure. og örugglega fleiri þjóðir hér. There is a patriotism, a That- loyalty that goes beyond the country that issues our passport. Og það þannig A loyalty that goes beyond já, það eitthvað í okkur sem trútt því sem hátt yfir landið, hafið eða okkar þjóðirni. our allegiance to God supersedes our national identity. Og trú okkar eða tenging okkar við Guð hátt yfir okkar þjóðirni hafið. As Adventist Christians, we have a tie that binds us together. Sem adventistar og kristið fólk að þá við með bönd sem tengja okkur saman. And that seems very unlikely to some. Og það hljómar kannski ótrúlega fyrir suma. We believe that someday soon, Við trúum því að brátt the kingdoms of this world að þá munu konungsríki þessara jarðar will become the kingdoms of our Christ. að þau verða konungsríki Krists. As the church, the body of Christ, En það því sem við kemur kirkjunni, líkama Krists, we practice living in harmony under the lordship of Jesus. að þá æfum við okkur að lifa í sátt og samlendi undir stjórn Jesú Krists. The Apostle Paul in Ephesians 2:14, Og Páll í Efesus 2:14 Christ himself has brought to us peace. að Kristus sjálfur hefur fært okkur frið. He united Jew and Gentile Hans- as one people. Hann saminaði gyðinga og heiðingja sem eitt fólk He broke down the wall of hostility og hann braut niður That separated us. múra ágreinings. The fatherhood of God, Já, God being our father, það sem Guð faðir okkar, implies that Esther is my sister. sem þýðir það að við erum systkin hér. We are all part of a common humanity. Við erum öll hluti af mannkyninu. We have common needs Við höfum sameiginlega þarfir and a common Savior. og við eigum sameiginlegan frelsara. And our beliefs, our common beliefs, draw us Og together. við eigum sameiginlega trú sem tengir okkur saman. How is it that we are here today? Hvernig stendur á því að við erum hér í dag? It's pretty unusual, really, when you think about where we've come from. Það mjög ólíklegt, ótrúlegt miðað við það hvaðan við komum öll. Here we are, all of us, right now. Hér erum við öll saman komin. 2 months ago, Fyrir 2 mánuð I síðan never thought I would be in Iceland. þá hugsaði ég að ég myndi aldrei koma I'm til in Iceland, Íslands. aren't I? Og hann segir að hann sé Íslendingur, jú, yes, jú. Wouldn't it be nice to know Væri það ekki gaman að vita that our choices were prompted by God? að val okkar það var Guð sem hvatt okkur til þess að taka þessar ákvarðanir. And we were convinced that we were following faithfully God. Og við vorum sannfærð að við vorum að fylgja Guði. Assured of this promise found in Scripture, Og það lofur sem í Biblíunni, Isaiah 30, verse 21. Jesaja 30, vers 21. It's a beautiful scripture that has been the heart's desire of God's children down through time. Og þetta vers sem hefur verið, fallegt vers sem hefur verið svona í hjarta fólks Guðs í gegnum aldirnar. And it goes like this. Og það Your hljómar þannig. ears will hear a voice behind you, Og eyru þín munu heyra þessi orð kölluð á eftir þér. saying, this is the way, walk in it.
þá þér vikið til hægri handar eða vinstri handar. Hér vegurinn, farið hann. Whenever you turn to the right or to the left. Hvort sem þér vikið til hægri eða vinstri. This Bible promise is precious. Þetta dýrmætt loforð í Biblíunni. It's been our desire, and I think your desire too, Þetta hefur verið okkar þrá og vonandi ykkar þrá líka. to be in the right place at the right Að time, vera á réttum stað á réttum tíma. to hear God's voice and follow His promptings. Til þess að heyra rödd Guðs og fylgja því sem hann leggur á okkur. The quest and journey of disciples has always been Og spurningin í huga þeirra sem fylgja Kristi lærisveina hans to know God better, að þekkja Guð betur, to trust Him more, að treysta honum meira and to understand His plans for His children. og skilja plön hans fyrir börn sín. During the centuries after Jesus ascended, Og í gegnum aldirnar eftir að Jesús fór upp til himna, there were those who pursued closeness to God það voru þeir sem voru að leitast við að vera nálegðir Guði by removing themselves from society, með því að fjarlægja sig frá þjóðfélaginu, escaping distractions, með því að forðast truflanir og áreiti. withdrawing to a secluded life. Og þau fóru í svona, eða kusu að vera svolítið sér. Some actually lived on top of pillars, on platforms, Sumir lifðu bara upp á einhverjum stólpum, hátt uppi, high above the din and noise of the city. hátt uppi yfir lætin og skarkala borgarinnar. They were untarnished by temptation. Og þeir komu hvergi í nálægð við freistingar. They did very little wrong, Þeir gerðu ekkert ránt, but they didn't do much good. en þeir gerðu ekkert gott heldur. The good they could have done, Það góða sem þeir hefðu geta gert, they failed to do. að þeim tókst ekki að gera það vegna þess að þeir voru í burtu. Their actions were not aligned with Jesus' prayer in John 17. Og þeirra val og það sem að þau gerðu voru ekki í samræmi við það sem Jesús segir í Jóhannes 1:17. In this beautiful prayer, Jesus prayed, Father, I do not ask that you take them out of the world, Og í þessari fallegu bæn sem að Jesús bað, þar sem hann sagði, ég bið þess að þú takir þá ekki út úr heiminum, but that you protect them from the evil one. en ég bið þess að þú verndi þá frá hinnu illa. It's hard not to be shaped by the culture that's around us. Það mjög erfitt að vera ekki mótar af menningunni sem í kringum okkur. Let me tell you about Simon. Má ég segja ykkur frá Símoni? He was one of the pillar saints, as they were called. Ég ætla aðeins að leiðrétta versið að það var í Jóhannes 17:15. Okay, can you say the last sentence Yes. again? Okay, It's hard not to be shaped by culture? no, the next one. Okay. Let me tell you about Simon. Ég ætla að segja ykkur frá Símoni. He was one of the pillar saints, as they were Hann var called. einn af frumherjónum í trúnni. Simon Stylites. His last name taken from the Greek word stylos, meaning pillar. Og hann hétt Símon Stylites sem að þýðir eiginlega bara stólpi. Og það var tekið úr gríska orðinu sem að þýðir, stælos sem þýðir stólpi. He climbed up a pillar in present-day Syria in 423 AD. Hann klifraði upp á svona stólpa í Sýrlandi árið 423. He remained there till he died. Og hann var þar þangað til hann dó. He lived nearly 40 years at the, Já, hann bjó í nálagt 40 ár on top of a 60-foot column upp á toppi á 60 feta stólpa in the hills behind ancient Antioch. á hæðunum sem voru bak við hæðirnar í Antíókíu. What kind of picture of God did Simon have Hvers konar mynd hafði Símon á Guði that would motivate him sem að myndi valda því að hann kaus to live in isolation, að búa algjörlega einangraður to harm his body og fara illa með líkama sinn in an attempt to please God? til þess eins að reyna að geðjast Guði. Through the years, error has crept into the church. Og í gegnum aldirnar hafa villur slæðst inn í kirkjuna. Simon was motivated by a distorted picture of God, Það sem að hvatti Símon áfram að það var röng mynd af Guði. believing that punishing his body Og hann trúði því að með því
leika líka með sinn illa, would prove his devotion að það myndi sanna trú hans and ensure his salvation. á Guð og að það myndi tryggja honum frelsun. And what was so odd, Og það sem var svo skrítið, the prevailing church of the time að kirkjan sem var ríkjandi á þessum tíma exonerated him with the title of saint. og að kirkjan á þessum tíma að hún upphafði hann og gaf honum titilinn að hann væri heilagur maður. Saint Simon Stylites. Heilagur Símon Stylites. But God, through the prophet Micah, in And- chapter 6, verse 8, En Guð í gegnum spámaninn Míka í Míka 6:8 shares his desire for his children. að þar sem Guð deilir vonum sínum fyrir fólk sitt. He has shown you, O man, what is good. Hann hefur sýnt þér maður hvað er gott And what does the Lord require of you? og hvers krefst Guð af þér? To act justly, Að þú hægir þér af réttvísi, to love mercy, að þú elskir miskunina and to walk humbly with your God. og að þú gangir í auðmýkt frammi fyrir Guði þínum. I don't think that includes camping out on a tiny platform, a tent site, 60 feet above the earth. Og ég held að það feli ekki í sér að maður tjaldi upp á tólpa sem 60 fet fyrir ofan jörðina. Jesus' incarnation involved coming down to earth. Og það að Jesús gerðist hold og hann kom niður til jörðarinnar Participating in the pain and the joys of life, og hann tók þátt í raunum og gleði lífsins making a difference in people's lives. og hann hafði áhrif á líf fólks. What kind of warped picture of God would cause Simon to try to gain God's acceptance and smile? Og hvers konar brenglaða mynd hafði Símon og Guði þar sem að hann var að reyna að þóknast Guði á þennan hátt. By enduring self-inflicted wounds, Með því að leika líkamann sinn hart og skada líkamann sinn wearing a spiked collar og að vera með, that caused open sores, hálskraga sem að var með þyrnum í attracting flies, og þá fóru flugurnar í sárin becoming a breeding ground for maggots. og þar lifðu alls konar meindýr. Simon, did you really think Símon, hélst þú virkilega that exposure to the elements, að með því að vera svona opingagvart náttúruöflunum, the rain, the wind, rigningunni og vindinum, the hail, the snow, and lightning, haglinu, snjónum og eldingunum, standing on a pinnacle for 40 years, that was the will of God for your og með life? því að standa upp á staur í 40 ára, það hafi verið vilji Guðs fyrir líf þitt. We must be careful Við verðum að fara varlega, not to judge, but we must be discerning. að varlega við að dæma, en við verðum samt að nota dómgreind okkar. Simon may indeed be your neighbor in heaven. Því að Símon gæti orðið nágranni þinn á himnum, God's grace is that wide, því að náð Guðs það mikil, but he had a jaded picture of God. en hann hafði brenglaða mynd af Guði. If indeed he believed that what he was doing was required of God. Ef hann virkilega trúði því að það sem hann væri að gera var það sem Guð væri að ætlast til af honum. Micah reminds us to walk humbly with God. Míka 6:8 segir okkur að við erum að ganga í auðmýkt frammi fyrir Guði. Walk. Ganga. Don't just stand there, Simon. Ekki bara standa hana, Do Símon. something. Gerðu eitthvað. Do something more profitable than feeding worms with your open sores. Gerðu eitthvað meira sem að gefur meira af sér en bara það að vera með þannig sára þau eru að næra orma í líkama hans. Requiring others to serve you Sem að krefst þess að aðrir þjóni þér. by hoisting food up to you. Og þar sem að þeir þurfa að reyna að koma matnum upp til þín. Emptying your bedpan Og þurfa að tæma koppin þinn. and looking after your every need. Og þurfa að passa að þú hafir allt sem þú þarft til þess að lifa. Walking with God may indeed involve some standing, Það að ganga með Guði gæti þýtt það að maður þurfa að standa einhver kneeling, krjúpa einhver staðar, praying, and serving. biðja og þjóna. But I don't think it includes En ég held að það innifili ekki í sér just being concerned about yourself.
að hugsa og hafa bara áhyggjur af sjálfum sér. It should include Það ætti að fela í sér a connection not just with God, að maður hafi samband ekki aðeins við Guð, but with others. heldur einnig við aðra. Do you remember Zacchaeus? Munið eftir Sakkaus. Zacchaeus was a wee little man. Sakkaus var lítill maður. A wee little man was he. Zacchaeus was called down Sakkaus var kallaður til þess að koma niður from his perch of observation frá stólpanum þar sem hann var uppi að horfa niður to share a meal and fellowship. til þess að deila máltíð og vera með, And the result was an interaction with people. vera með Kristu og það sem aflengin var svo að hann var að eiga samskipti við fólk Restoring what he had taken, og hann var að endurgjalda það sem hann hafði tekið making things right. og hann var að reyna að gera hlutina rétt. How much better if Simon had come down from his tower, Það hefði það ekki verið miklu betra His- ef að Símon hefði komið niður af stólpanum sínum. his private perch, his high-rise closet, Já, já, hann hafði verið hann hátt uppi bara í einangrun refreshed, renewed, and ready og hann hefði verið bara endurnýjaður tilbúinn to become God's presence in the world. og til að vera vitnisburður fyrir Krist í heiminum. I'm thankful for this church Ég þakklátt fyrir þessa kirkju, þakkláttur fyrir þessa kirkju and the difference it is making in people's lives. og þakkláttur fyrir að þessi kirkja er að hafa áhrif á líf fólks. Thank you for reaching out to others, Þakka ykkur fyrir að teygja ykkur til annara becoming God's presence. og að þið séð Aligned with, vitnisburður Guðs hér aligned with Jesus' ministry. og þið gangið og eruð að ganga með í þjónustu við Krist. Christianity, being a disciple, Kristindómurinn er að vera lærisveinn is not just a private thing. og það er ekki bara eitthvað prívat hlutur. It's relational. Það hefur með sambönd að gera It involves those around us, og það hefur með annað fólk í kringum okkur að gera a public dimension. og það hefur eitthvað með almenning að gera. Being a Christian and a follower of Jesus Að vera kristinn og vera fylgjandi Krist, is living a life of community, að það er að lifa í samfélagi connecting and investing in others. og það er að mynda sambönd og við aðra. Our relationships are three. It's private, Sambönd okkar eru þrennskonar. Það er engasamband an intimate relationship with God. og það er einlægt samband við Guð It's also semi-private. og það er líka svona hálf prívat It's life shared with an inner circle. og það er það að maður deilir lífið sínum með innri hring. It's also very public. En það er líka almennt Right now, we are here, og akkurat núna þá erum við hér worship and praise expressed openly. og hér erum við að tilbiðja opinberlega It involves three practices, og það þýðir það að það er þrennt sem við gerum spending time in three places. og það þýðir að við þurfum að vera til staðar á 3 stöðum. I'd like you to visualize a closet, the living room, and the Og congregation. mér langar til þess að það ímynduðu ykkur svona eiginlega skáp eða lítinn stað og svo stofuna ykkar og svo söfnuðinn. These three places, these three experiences Þessir 3 staðir are essential to a growing, thriving Christian. og þessir 3 staðir eru bráðnauðsynlegir til þess að vaksa og þrífast sem kristinn einstaklingur. We must embrace all three Við verðum að hafa allar þessa 3 staði í lífi okkar to grow til in þess að grace. vaksa í náð. We must spend time in all three places. Við verðum að eyða tíma á öllum þessum 3 stöðum. First, I'd like to talk about the closet. Fyrst langar mig að tala einstaklingsrýmið. It's a very private place, a personal space. Þetta er mjög
mikið einstaklingsrými eða prívatrými. We need this place to be alone with God, Við þurfum þennan stað til þess að vera ein með Guði, a place to be ourselves, staður til þess að vera við sjálf a place to find God, and a place to find purpose. og þetta staður til þess að finna Guð og staður til þess að finna meiningu í lífinu. What's so awesome about God, regardless of our secrets, Hvað svona stórkostlegt við Guð? the skeletons in our closet, Þrátt fyrir okkar leyndarmál og þá beinagrindin í þessu einrými. there's nothing we can do to cause God to love us any less. Það ekkert sem við getum gert til þess að Guð elski okkur minna. And there's nothing we can do to cause God to love us any more. Og það ekkert sem við getum gert til þess að Guð elski okkur meira. Some of us are fortunate to have a walk-in closet. Sum okkar svo heppin að eiga svona fata herbergi. I'm blessed. Ég blessaður In my walk-in closet í mínu fata herbergi. are keepsakes, mementos, personal treasures. Þar keepsakes, what's that? Souvenirs. Þar mínar minningar og They're not worth much, það ekkert voðalega mikils virði, but they have an emotional and sentimental value. en þau hafa tilfinningarlegt gildi fyrir mig. They are pieces of my past Þar hlutir sem hluti af fortíð minni, that have shaped and made me who I am. sem hafa mótað og myndað mig í þann einstakling sem ég í dag. I have a tiny model of an MG Midget, I have a tiny model. my first car, MG Midget. Já, hann á svona minningagrip fyrsta bílinn sinn My baptismal certificate, og þar hann með líka svona skírnarvottorðið sitt my Pathfinder sash, og hann With all my honors. öll skátamerkin sín my coin collection, og hann á myntsafn a granite stone that is a drawer pull, og hann á granítstein sem handfang á skúfu. it's from Stonington, Maine, Það frá Stonington í Maine an island off the coast of Maine. og það eyjar sem fyrir utan Maine í Bandaríkjunum. It's just below Nova Scotia, Fyrir neðan Newfoundland, Greenland, Það er- Iceland. Það rétt fyrir neðan Nova Scotia og svo kemur Nýfundnaland og svo Grænland og svo kemur Íslands. It's the island where my grandmother was born. Og það eyjan þar sem að amma hans fættist. There are letters from Linda Og þarna í when I was at Newbold College. þarna bréfinu frá Lindu þegar hann var á Newbold There are birthday letters from my dad. og þarna ammælisbréf frá pappa There's a journal of a summer trip I took with my brother og þarna skrifaðar minningar frá einu ferðalagi all over Europe. sem að ég hafði farið með pappa eitt sumarið alla Evrópu. In my closet are stored these items Já, í skápnum mínum allir þessi hlutir that bring back memories, sem að færa mér minningar mementos of milestones met. og það svona minningastólpar í lífi mínu sem að ég hef farið í gegnum Accomplishments made, og eitthvað sem ég hef afrekað affirmations received. og það sem að ég hef fengið viðurkenningar The metaphor of the closet can be helpful. og þessi hugmynd skápinn getur verið hjálpleg. This is the private place, Þetta prívatstaðurinn very personal dimensions to our Christian life. og þetta allt mjög persónulegar víddir í lífi kristins manns. So we need time alone with God, Svo við þurfum tíma ein með Guði, time to know Him, tíma til þess að þekkja hann time to be known by Him. og tími til þess að hann kynnist okkur. I love Psalm 91. Ég elska sálmana nummer 91 I love this word here. og það eitt orð sem mér sérstaklega kært. He who dwells in the secret place of the Most High Sæll sá situr í skjóli hins hæsta shall abide under the shadow and the shelter of the Almighty. og sá gistir í skugga hins almáttka. We are called to practice alone time with God.
Við erum kölluð til þess að eyða tíma ein með Guði. There will be times when we need to withdraw, Það eru tíma sem við þurfum að draga okkur í hlé time to play the hermit. og tími til þess að vera eins og einbúinn. Jesus admonishes us in Matthew 6:6 to pray in the closet. Jésús hvetur okkur í Matthews 6:6 að biðja í einrúmi. You, when you pray, Þegar þú biður, go to your inner room, farðu þá og verð í einrúmi, close your door, lokaðu hurðinni and pray to your Father who's in secret. og byttu til föður þín sem í leynum. And then there's Psalm 46:10 where it says, be still and know that I am God. Og svo það Sálmarnir 46, verið hljóð og vitið að ég Guð. This private, personal time with God is important. Þessi prívatími með Guði mikilvægur. When we emerge from the closet, Og þegar við komum út úr þessu einrými, the sweet hour of prayer, og úr þessum tíma þar sem við hefum átt bænastund, we are renewed, revived, and ready að þá erum við endurnýjuð og endurlífguð og tilbúin for the challenges of the day. að mæta deginum. A three-legged stool. Do you have those here? Eigið þið svona koll sem með 3 fætur? They are more stable because there are 3 legs. Og svona kollur stöðugri að því það eru allavega 3 fætur. I want to talk to you today about the closet, the living room, and the Og congregation. mér langar að tala við ykkur í dag þetta einrými og stofuna og samfélagi hér í kirkjunni. So now let's talk about the living room. Svo núna skulum við tala stofun okkar. When you think of a living room, what comes to mind? Þegar þið hugsið stofun ykkar, hvað hugsið Hvað Ó- kemur í hug ykkar? It's a place to gather, Það staður þar sem við komum saman, where we get to know each other, þar sem við lærum að þekkja hvort annað and others get to know us. og aðrir læra að þekkja okkur. When I think of a living room, I think of a sofa, Þegar ég hugsa a stofu, comfortable sofa, þá hugsa ég þægilegan sófa an intimate space for those closest to you. og þetta svona rými þar sem maður getur verið í mikil nálægð við þá sem eru næsti manni. A place where we share life together. Staður þar sem við deilum lífi okkar með hvort öðru. Something that Linda and I have done for over 20 years now Það eitthvað sem að ég og Linda höfum gert í yfir 20 ára núna is to be part of a small group, og það að vera hluti af litlum hóp. a Bible study group that meets in homes. Litlum hópi sem að rannsaka biblíuna á heimilum fólks. We usually meet twice a month. Við hittumst vanalega 2 svar á mánuði. We open scripture, we study, and we pray. Við opnum ritningarnar og við rannsökum og við byggjum saman. We look at a passage and ask the question, what does this tell us about God? Við lítum á ritningagreinar og við spyrjum okkur hvað segir þessi ritningagrein okkur Guð How does it apply to life today? og hvernig á hún við lífið okkar í dag. It took us a year and a half to go through Revelation. Það tók okkur 1,5 ára að fara í gegnum opinberunarbókina. We studied the little letter of Ephesians. Við rannsökum bréf til Efesus Now we're in Genesis. og núna erum við í fyrstu Mósebók. And I missed group Wednesday night. Og ég misti af hópnum síðasta miðvikudag. We share our personal struggles and challenges. Þar deilum við okkar persónulegu erfiðleikum. We walk with each other through life. Við göngum með hvort öðru í gegnum lífið Some of us are growing older together. og sum okkar að verða gömul saman. 20 years is quite a long time. 20 ári langur tími. We, in our group, experienced the heartache of a parent losing their teenage child. Og við í hópnum að við deilum þeirri sásauka miklu reynslu þegar foreldri missir táningin sinn. We shared the challenges of elder care and losing a parent. Og við einni deilum með hvort öðru erfiðleikana eiga eldri foreldra og erfiðleikana við að missa foreldra. We prayed for each other when it was our turn to have a health challenge or a surgery. Og við deildum með hvort öðru þegar við eigum í líkamlegum vandræðum og þurfum að fara í gegnum skurðaðgerðir og annað, þá byggjum við fyrir hvort öðru. And as a pastor,
I was blessed by the priesthood of all believers. Og sem prestur að þá naut ég mikill að blessana frá öðru trúuðu fólki. Beautiful insights came from people just like you. Og ég fekk mikinn innblástur frá fallegu fólki sem nákvæmlega eins og þið. Who do you know well enough that you know their personal prayer requests? Hvern þekkir þú nógu vel að þú vitir hvers hann vill að þú biðjir fyrir? Do you have someone you could call to pick you up at the airport at 2 a.m.? Átt þú einhvern vinn sem þú getur hringt í klukkan 2 nóttina og beðið hann að sækja þig á flugvöllin? Our group members do. En það akkurat það sem þessir vinir í þessum hópi gera. Groups form because of a season of life. Hópar svona myndast vegna þess að það eru svona tímabili líf okkar. Some of the time we were empty nesters, had no children. Tíma þá áttu við engin börn. Some groups gather around because of common interests. Og sumir hópar myndast að því það eru sameiginleg áhugamál. My wife Linda sews. Kona mín, hún saumar. She meets with a lot of ladies who enjoy sewing. Hún heitir marga konur sem finnst gaman að sauma. Many of them are not even Christians. Og margar þeir eru jafnvel ekki trúaðar. In that setting, she has opportunity to share with them. Og í þessu umhverfi að þá fær hún tækifæri til þess að deila með þeim. All this to say, we need the living room. Það sem ég að segja með þessu að við þurfum þessa stofu. A place where we can share the journey. Það sem staður þar sem við getum deilt ferðalagi okkar. To have an inner circle where we are known and know each other. Og að hafa svona innri hring þar sem fólki þekkir okkur og við lærum að þekkja aðra. One of my favorite passages is Hebrews 10. Eitt af mínum uppáhaldsversum Hebreabréfið 10. kapli. 24 and 25. 10. kapli og vers 24 og 25. And let us consider how we may spur one another on. Gefum gætur hvera öðrum og hvetjum hvera annan til kærleika og góðra verka. To love and good deeds. Til kærleika og góðra verka. Not giving up meeting together. Vanrækið ekki safnaðarsamkomur yðar. As is the habit of some. Eins og sumraði siður. But encouraging one another. Heldur uppörfið hver annan. Especially as you see the day approaching. Og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. The gift of the inner circle. Þetta gjöf hins innra hrings. With those we invite into our life. Af þeim sem við bjóðum inn í líf okkar. Is a blessing because we walk together in difficult terrain. Og það blessun vegna þess að við erum að ganga í hrjóstrugu landslægi. In your homes you have a small group. Á heimili ykkar þar eigið þið smá hóp. You may have children at home. Þið gætið átt börn heima. You can take advantage of this time with them. Og þið getið notið þess og gert mikið úr því að eyða þessum tíma með þeim. And on occasion open the word and learn from the stories of God's interaction with his children. Og þið getið opna orð Guðs með þeim og lært af sögunum hvernig Guð á við fólk sitt. So we need the closet, we need the living room. Við þurfum einrýmið og við þurfum stofuna. But we also need the experience of the congregation. En við þurfum líka reynsluna af því að koma saman sem söfnuður. In Psalm 122, Í Sálmanum 122, this was a psalm of approach to God. It says, I was glad when they said to me, let us go up to the house of the Lord. og þar segir, og þar sagt frá því þegar fólki kemur saman, ég var glaður menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. I'm glad to be here, Það gleður mig að vera hér, to worship with you, að tilbiðja með ykkur and to proclaim my allegiance to the Creator. og til þess að deila með ykkur trú minni á skaparan. We could worship under a tree,
við gætum tilbyðið undir tré, but how much better to be together? en hversu miklu betra það að vera hér saman. You obviously agree. Og ég sé að You're here. þeir eru sammála því að þið eru hér. We need this experience Við þurfum of public worship, Við þurfum þessa reynslu hér að koma saman opinberlega. standing shoulder to shoulder, Að standa hlið við hlið blending our voices, og að taka saman þátt í söng confessing our common need and common failures. og að segja frá okkar þörfum og okkar mistökum. Public worship in the congregation Opinber samkoma með söfnuðunum helps us grasp the greatness of God hjálpar okkur til þess að gera okkur grein fyrir mikilvæga Guðs. and sense our kinship with each other, And what? our relationship with Og- each other. Og það þannig að við verðum fyrir því This public worship, þessi opinbera samkoma public expression, og þetta sem við erum að tjá hér strengthens our personal convictions. að það styrkir okkar trú, En svo- persónlega trú. And so, like a three-legged stool, Og eins og þrífættur kollur we need the closet, the living room, and the congregation. að þá þurfum við einrúmið, við þurfum stofuna og við þurfum hér opinbera samkom eða hittast hér opinberlega. The quiet, reflective time of the closet Og hinn hljóða og íhugla stund í einrýminu brings substance to the living room. að það færir eitthvað mikilvægt til stofunar And the love and support that we find in the living room og kærleikurinn og stuðningurinn sem við finnum í stofunni gives us a practical picture of God. gefur okkur raunverulega og mynd af Guði And reason for joy and praise when we are in the congregation. og það gefur okkur ástæðu til þess að gleðjast og lofa Guð þegar við erum hér á safnaðarsamkomum. I hope your walk with God will include the closet, living room, and Og ég congregation. vona að ykkar ganga með Guði innifeli í sér einrúmið og stofuna og söfnuðinn. Not to publicly parade our piety, Ekki til þess að vera mont okkur yfir okkar hvað við erum Guðrækin, like the Pharisee who prayed, eins og farisinn sem bað, I thank God that I'm not like the others, ég þakka Guði fyrir að ég er ekki eins og hinir, like this tax gatherer. eins og þessi skattamaður. But I hope our prayer is rather, our public confession Og ég is, vona að bæn okkar, opinber bæn okkar sé frekar, God be merciful to me, a sinner. Guð vertu mér syndugum miskunnsamur. Miraculously, Og það er eiginlega kraftaverk we are transformed and healed að við umbreytumst og við hljótum lækningu. as we acknowledge our need and ask for help. Þegar við viðurkennum þarfir okkar og byggjum hjálp. As people look at your life, do they know you have a tie and a commitment to God? Þegar fólk lítur á líf þitt, gerir það sér grein fyrir að þú hefur samband við Guð. 2 months ago, I officiated the marriage of a young couple. Fyrir 2 mánuðum síðan að þá var ég að gefa hjón saman. It was their first marriage, but they were both in their 40s. Þetta var fyrsta brúðkaup þeirra eða samband þeirra og þau voru bæði fertugt. They were so happy to find each other. Þau voru svo glöð að hafa fundið hvort annað. I can't help smiling when I see them at church Og ég get ekki annað en brosa þegar ég sé þau í kirkju. because they sit so close together. Af því þau sitja svo klest upp við hvort They annað. hold hands. Þau halda í hönd They hvort enjoy annars eye contact. og þau elska að horfa á hvort annað They delight in each other's company. og þau eru virkilega að njóta samveru hvors annars. Their devotion shows. Og þeirra trú eða já, til hvors annars að hún lýsir sér, hún skín út frá þeim. Their love is obvious. Að kærleikur þeirra svo greinilegur. A while back,
I went to a Vesper service in my home church. Og fyrir þó nokkur síðan þá fór ég á föstudagskvölds samkomu í kirkjunni minni. I had gone in ahead of Linda. Ég hafði farið inn á undan Lindu She came in a few minutes later, og hún kom inn nokkrum mínútum seinna, but she didn't come sit with me. en hún kom ekki til þess að sitja hjá mér. She sat further back with her parents. Hún satt aftar með foreldrum sínum. I wondered where she was. Og ég var að hugsa, hvar hún? And then I got this text message. Og svo fékk ég svona SMS And I skilaboð confess, I opened it in church. og ég verð að viðurkenna að ég opnaði skilaboðin í kirkjunni. Just 3 words. Það voru bara 3 orð People will talk. og fólk mun tala. I was perplexed. Og ég hafði áhyggjur A second text came, og þá kom önnur skilaboð and it said, og það sagði, want to come sit with me? viltu koma og sitja með mér? I turned around, Ég sneri mig við and there she was, 3 rows back. og þarna var hún 3 röðum fyrir aftan mig. If we consistently sent signals of estrangement, Ef að við sendum skilaboð það að við erum svona, að það sé ekki alveg í lagi á milli okkar, people would begin to wonder, að þá færi fólk að hugsa og tala. what's up with them? Hvað að þeim? Are they devoted to each other? Samband þeirra í lagi? When our families observe our interaction with God, Þegar að fjölskyldur okkar sjá hvernig samband okkar við Guð do they see evidence of our love and devotion? sér fólk ummerki kærleika okkar og trúfesti við Guð? Do we talk about the character traits of God that we admire? Tölum við einkenni Guðs sem að við dáumst að? Do we brag and show pictures of God? Erum við að monta okkur af myndum af Guði? Do we celebrate His accomplishments? Erum við að gleðjast yfir því sem að hann að gera? Do we read Scripture together? Lesum við ritninguna saman? Ellen White reminds us Ellen White minnir okkur á, it should be as natural for us to speak of God and His goodness það ætti að vera eins náttúrulegt fyrir okkur að tala gæsku Guðs as it is to breathe. eins og það fyrir okkur að anda. And so as we conclude, Og svona í lokin, I challenge you to live in each of these 3 places. að þá vil ég skora á ykkur að líf ykkar verði á þessum 3 stöðum. That your lifestyle include Að lífstíl okkar feli í sér the prayer of the closet, bæn í einrúmi the fellowship of the living room, og að sambandið sem að myndast í stofunni the praise and public declaration og of the congregation. lofgjörð okkar í opinberlega í söfnuðinum. As we do this, as we spend time in the 3 places, Og þegar við eigum tíma á þessum 3 stöðum, our personal transformation will take place. að þá mun líf okkar umbreytast. We can become more and more like God Himself. Við getum líst Guði meira og meira. After all, He created us in His image. Því að hann skapi okkur í sinni mynd. I pray that you will grow in grace, Ég vonast til þess að þú vaxir í náð, that you will know Him better, að þú munir læra að þekkja hann betur trust Him more, og treysta honum meira and follow Him. og fylgir honum. Amen. 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 Thank you, Esther. Yeah. Thank you, Paul, for welcome. this amazing sermon. Já, bara mjög góð ræða. Þurfum að hafa þetta í huga. Skulum syngja saman salmen 84 og eigum ekki að standa allir saman og syngja, taka vel undir.
Já. You wanna say the blessing? Let us pray. And now to him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen.